Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það fátt sem að við Íslendingar höfum meiri áhuga á en veðrið, það gömul og ný saga. Ég ætla að ræða hérna hamfaraveðrið í snjóflóðunum í Súðavík forðum. Það máli náttúrulega búið að vera í deglunni eftir skýrslu í gær og hvort veðurfræðingar hefðu getað gert betur. Nú, jólaveður landsmanna, maður reyna að komast að því hvort það sé líklegt að við komumst landshlut á milli, mér finnst það nú kannski varða mestu, þótt þessi voða gaman að vita hvort þau verði hvít eða rauð og hvar og blíðviðri eða ekki, það var nú færðin sem að skipti nú kannski einna mestu máli yfir svona stórhátíðir og kannski bara árið 2025 veðurfarslega var svona smá ágrip af því hvernig ár var þetta innanlands og mögulega einhverju leyti utan. Og góður gestur sem komin til þess að svara þessu spurningum, hann heitir Einar Sveinbjörnsson. Vertu velkomin, Einar. Já, takk. Ég var að byrja á hinu hræðilega Súðavíkur máli sem að nú hefur náttúrulega verið ýft upp á alla kanta með þessari skýrslu. Þú skrifaðir greinargerð. Já. Og niðurstaðan hver kemur að spurningunni það hvort veðurfræðingar hefðu getað gert betur. Já, sko við erum að hafa þessu dálítinn formála í aðdraganda. Já. Sko ég vissi svo sem alveg af því að sko Súðavíkur snjóflóð hafi aldrei verið gerð svona athugun á veðurfræðilegum aðdraganda að þessu flóði sko, því að við vissum það líka að hann var æði merkilegur og það var hins vegar gert og það hefur verið gert síðan við ýmis tilefni en það var ekki gert þarna og þannig að það var í einhvern tímann í vor eða seint í vetur sem að þessi rannsóknarnefnd hafði samband við mig og bað mig að skoða þessi mál, skoða þau ofan í kjölinn og kanna þennan veður aðdraganda og að hvaða leyti þetta veður skæri sig úr og væri sérstakt því það hefur líka verið í umræðuna að þetta hafi verið óskaplega hart og mikið veður sem það var að sjálfsögðu og við vissum það mjög vel þannig að ég lagðist í gögn og það litla sem hafði verið gert sko það var í tímariti sænskra veðurfræðinga svona Polarfront heitir það og það var lítil grein sem Unnur Ólafsdóttir tók með sér á norrænt veðurfræðingaþing og við skrifum þetta saman þetta var skrifum á íslensku svo var þetta snúið yfir á sænsku en látum það nú vera en það var allt til sko veður athuganirnar og það var lítið til orðið af svona sjálfvirku veðurmælingum eins og höfum í dag, vindmælingum til að mynda og við höfum það og síðan höfum við sko allgott tæki þessi árin sem að gerir okkur þessa vinnu að skoða gömul veður aftur í tímann sem eru svokallaðar veðurendurgreiningar. Það að segja þá eru veður í raun og veru dagleg veður þau eru endurgerð með hjálp spálíkana þá eru allar tiltækar athuganir og upplýsingar teknar og þetta allt saman fært á samræmt form og ég sem hafði fyrir fram að mig það sem við köllum sko vinnukort veðurfræðinga sem að var á þeim tíma þá voru veðurskeytin teiknuð handplottuð inn eins og að kallað og svo fekk veðurfræðingurinn þessi Íslandskort fyrir framan sig og drói skyndi þrýstilínur með fallblýanti og skrifaði síðan spána og þessi handgerðu kort voru það var ekki lögð neitt mikil vinna í þau en það voru þau vinnukort og það sem mér fannst liggja beinast við það var að komast af því að hvaða leyti þessi óveðurslægð að hvaða leyti hún var sérstök og reyna að staðsetja reyna að endurtekna ferilhennar og staðsetja hana rétt meðan hún var hvað illskeyttust
og ég man það vel sko vegna þess að þennan morgun, hann örlaga ríka mánudagsmorgun og þá mæti ég á vakt á Veðurstofunni og er komin sko á vaktina 7:00 en það var ekkert sko á vitorði ekki einu sinni okkar sem vorum að vinna þarna Veðurstofan, það hefði fallið snjóflóð fyrir einhvern seinna morguninn og ég sitt með vinnukort veðurfræðingsins frá því klukkan 6 morgunum fyrir fram að mig og mér var bent á það af öðrum veðurfræðingi sem horfir á kort og bendir á veðurathugun í Æði og hann segir, þið búin að láta athuga þetta, þessi vindátt ekki til í Æði sem svona hvassvindur, þá stóð vindurinn inn djúpið, var norðvestanátt en það var alþekkt hins vegar í Æði að það geti orðið hvasst af norðaustri. Hvort það semst hefði orðið misritun í veðurskeytinu, það hefði slegið saman stöfum og þannig að hefði stað norðaustanáttar hefði orðið norðvestan. Þetta var kannað, það var hringt vestur í Æði, talaði við Jónas og það passaði, þetta var rétt vindátt. Ég man þetta svo vel og það var auðvitað svo sérstakt að það var norðvestan, það var vegna þess að það var norðvestanátt sem að snjóin skóf fram á brúnir fyrir ofan Súðavík og í norðaustanátt hins vegar kemur ekki til að það sé snjóflóðahætta fyrir ofan byggðinni sem var þá í Súðavík, það þá aðri staðir eins og Flateyri og Norðureyrin í Súgandafirði og svo framvegis og Selabólsfjörðin í Önundarfirði og mjög þekktir staðir fyrir snjóflóðahættu í norðaustanátt. En allavega það sem ég gerði, ég læðist yfir þessi gögn og eitt af því sem ég sá var að það hafði verið skip sem ég var náttúrulega stund að finna út hvaða skip væri, það hafði kallmerki TVF og sem var norður á landinu þarna nóttina og gaf sendi veðurskeyti bæði hvað var þar vindstefnu og vindhraða og líka loftvógamælingu. Og ég vildi reyna að komast að því hvort það væri eitthvað var að marka þessar loftvógamælingar. Og eftir svona dálitla rannsóknarvinnu þá komst ég af því að þetta skip var Gissur AR6 sem var rækjutogari og það sem meira var að ég hafði haft upp á skipstjórunum og hann mundi vel eftir þessu veðri og þetta var maður sem ég hafði þegar ég var að vinna á Veðurstofunni talað oft við, hann var duglegur að senda skeyti og hann fylgdist með loftvogin og leiðréttana þannig að hann mátti treysta loftvoginni og þar að auki komst ég í svokölluð sýritablöð loftvogar það var mestur fengur svona fyrirfram að fá blað úr Grímsey en þá kom hann við ljósa læðin var svo djúp að pennin fór niður fyrir blaðið þannig að við sáum ekki hvað lastið þrýstingurinn var. En hver djúp heldur hún hafi verið? En hins vegar var loftvogablaðið á Blönduósi að það sýndi okkur svona auka þrýstifall þarna morguninn og út frá öllum þessum gögnum og þá álitum við það að loftþrýstingur hafi farið í 940 hektopascal út af Skagafirði og svo djúpar lægðir sem koma beint yfir landið eru mjög fátíðar og það sem hún gerir var það að það sem gerðist var það að við spáðum lægðinni yfir landin og alltaf einhverja norðaustanátt eins og venja var en í þannum nóttina þá dýfkaðum skyndilega einhver 14-15 hektopascal eða millibör á 6 klukkutímum og sveigðist til vesturs nær Vestfjarðakjálkanum og þar með það vast upp á þrýstisviði og vindáttin var ekki norðaustan eins og venja heldur norðvestan og það var þetta sem var svo óvenjulegt. Og þegar þú ert farin að tala þessa tölur þá munar mikið 1 millibar eða hvað? Já, munar mjög miklu. Við höfum séð svona djúpar lægðir á flegi ferð koma á suðvestri og strauja Vestfjarðakjálkan og svo voru það bara horfnar. En þessi, hún kom úr suðri og þegar hún var þetta djúp þá hægði hún á sér, tók hringinn og klofnaði og meðan hún var að því að þá ríkti þetta óskaplega slæma veður á norðanverðum, eða á Vestfjarðakjálkanum ekki bara þar, heldur mátti sjá á vinnukorti veðurfræðinga klukkan 3 nóttina að þá var veðurskeyti frá Hveravöllum, alveg fáránlega hvöss vestnorðvestanátt og athugasemd sem stóð við að veðuráttan fólk hefði ekki treyst sér út til að lesa mælum því að það var ekki stætt, algjörlega ekki stætt. En ef við förum þessi ár aftur í tíman, var almennt mikið snjóflóða viðvaranir af hálfu Veðurstofu? Já, sko það hefðu verið, hvað ég að segja, svona tímabil með tíðum snjóflóðum, þannig árun áður og það hefur nú líka verið rifjað upp, það var snjóflóð árið áður
á Ísafirði fór sumarbústaður þarna annan í páskum 94, það var snjóflóð sem fór á hérna í Reykhólasveit og víðar sko, ég kann nú ekki alveg að nefna röðina á þessu öllu saman en það má eiginlega segja það sko að á árunum að þessa vetur sem voru svona frá því 88, 89 og til 95 þá var mikill snjósöfnun tíð og snjóflóð þar að leiðandi líka tíð. Það var svona tímabil með tíðum snjóflóðum. Síðan má segja það að hann í nóvember 95 að þá tók eiginlega fyrir þetta og veðráttan var alltaf öðruvísi næstu vetur þar á eftir. En Veðurstofan var sem sagt tækjum og tólum búin til þess að greina svona hættu alla jafna á þessum tíma. Það nú fjallað það í skýrslunni, það alltaf yfir það. Ég ætla svo sem ekki að hérna úttala mig mikið þá hluti. Það sem var hins vegar með þetta veður sko, ef við horfum á það að það var annað sem ég gerði. Það var það að ég reyndi að meta það hversu slæmt þetta veður væri miðað við önnur veður. Þá notaði ég þetta tól veðurendurgreiningar og skoðaði alla daga, allt aftur til 1940 í þessar endurgreiningu. Reyndar nú kannski árin frá 40 til 55, kannski ekki þau allra áræðanlegustu, en frá þeim tíma þetta þokkalega gott og ég útbjóði raun og veru snið yfir Vestfjarðakjálkann og svo reiknaði ég bara út sem sagt mesta þrýstifallið í þessu sniði fyrir norðanátt og það var alveg sama hvernig ég sneri sniðinu, hvernig ég vatt upp á það, að þessi dagur 16. janúar 1995, hann var allstaðar á toppnum. Allstaðar á toppnum. Þannig að þetta var fádæma óveður í norðanátt. Og þín niðurstaða að það hef ekki verið hægt að gera betur? Sko, þetta alltaf hægt að gera betur. Það alltaf hægt að spá betur og vera vitur eftir á. En á þessum tíma þá voru tölvureiknaðar spár miklu mun ófullkomnar en þeir eru í dag. Við sáum á þessum árum að þessi aðallíkun sem við vorum að nota voru ekki að ná djúpum lægðum. Gott dæmi er óveðrið sem gerði hérna 3. febrúar 1991, 4 árum áður, þar sem að líkunin náðu alls ekki þeirri lægð eins og var. Og þannig að þau hjálpartæki og hjálpartól sem við höfum í því að spá nákvæmlega í ferðir svona djúpara lægða og hvað eru djúpara, þau voru bara miklu ófullkomnar en þau eru í dag og mikil óvissa sem fylgdi alltaf. Svo blandast inn í þetta samskipti sem að kannski voru ekki nógu góð og þú verður nú ekki kallaði til svara þau. Hins vegar áhugaverður vinkill í þessu öllu. Þú ræður hvort þú bregst eitthvað við því eða hvort þú leifir mér bara að tala það að ég man það alveg sem blaðamaður á þessum árum að maður fann þá stemningu í sveitarfélögum sumum að það var svona höss að tala upp hættu og það var talið frekar gott að tala niður hættu og þetta mannlegt og eðlilegt. Við sjáum þetta enn í dag, hvað var þar náttúruhamfarir á Reykjanesi. Það auðvitað tilhneiging hjá aðilum til þess að forðast það að virði eigna rýrni með umræðu þetta allt saman. Þetta ósköp mannlegt og eðlilegt þótt afleiðingarnar af þessu geti orðið náttúrulega alvarlegar. Ekki satt? Jú, sko, í kjölfarið af snjóflóðunum 1995 ég var starfsmaður Veðurstofunnar á þessum árum og við veðurfræðingarnir okkur var dreift niður á svona minni hópa sem höfðu það verkefni að fara og undirbúa hættumatsgerð fyrir þéttbýl á Íslandi þar sem var álitið að það væri snjóflóðahætta. Þessir staðir voru á þessum árum kannski 12 til 14 þeim fjölgaði svo síðan og ég tengdist hópum sem fóru í heimsókn á 3 staði og
á sumum þeirra, sérstaklega einum þeirra, þá var okkur bara sagt að við þyrftum ekkert að koma hingað, hér væri engin hætta, þetta væri bara einhver misskilningur. Fyrir ofan það byggðarlag er búið að reisa núna miklar snjóflóðavarnir og snjóflóðagarða, en ég man það líka að það var mjög sérstakt að koma í Neskaupstað, ég tilheyri þeim hópi. Þar var bara dagurinn undirbúin mjög vel með ráðamönnum bæjarins og þar vissu menn á hættunni og vildu nálgast þetta af raunsæi og þekkingu og kannski var það líka vegna þess að Norðfirðingar hafðu fengið sinn skerf af þessu öllu saman 2 áratugum áður. Já, kannski einhver menningarmunur á milli byggðarlaga í þessum efnum? Já, það má vera en þetta hefur þetta allt saman tekið miklu breytingu frá þessum tíma. Mjög miklu. En við skulum heldur ekki gleyma því og það kemur líka fram í skýrslunni að ofanflóðasjóður var nú alla til eða alla burðugur á þessum tíma og snjóflóðavarnir voru í raun og veru verkefni sveitarfélaga miklu frekar en samfélagsins alls á þessum tíma og auðvitað óaðmönnum við að og kannski hafði ekki getu eða bolmagn til þess að gera það sem gera þurfti. Nei. Það átti stundum að stoppa mig af þegar ég var að ætla að skrifa einhverja vá, einhverja hættu, einhvern möguleika á hættu. Hvað var það svona sambærilega mál? Ég man alveg eftir bæjarstjórum og sveitarstjórnarfulltrúum sem annarkvæmt sögðu mér að ég mætti ekki skrifa þetta eða ég ætti ekki að skrifa þetta eða báðum að skrifa ekki þetta. Og einhver kann að hneykslast yfir því í ljósi þess að stundum verða mjög alvarleg sliðis en eins og ég segi, maður hefur líka skilning á þessu. Þarna eru náttúrulega byggðir landsins á fullu í því að raskast eða hafa raskast mjög og það alls konar samfélagsbreytingar sem hafa orðið sem að gera sum byggðarlög veik fyrir. Já, við höfum allavega náttúruvá sem að snertir okkur og hefur áhrif á öryggi okkar og hefur líka áhrif á eignir okkar. Við þekkjum nú jarðskjálfta og jarðhræringar, getum nefnt Grindavík en líka eldgos eins og við Vestmannaeyjum og fleira og það er stöðug umræða það hvort eigi að sé rétt að byggja þarna eða ekki, meðal annars í efri byggðum á höfuðborgarsvæðinu. Alveg eins og undir einhverjum bröttum hlíðum eða í grennd við einhver virk jarðskjálfta eða eldvirk svæði þannig að við munum áfram þessi umræða mun áfram verða hér í samfélaginu og á endanum að þá þurfum við að bregðast við á grundvelli þeirra þekkingar sem við höfum og búa alltaf við einhverja áhættu. Það bara fylgir því að búa á Íslandi en við verum að lágmarka það áhættu hins vegar. Já, mér finnst líka að við verum að hafa í huga úr hverju við sprettum. Og einu sinni var tekið viðtal við föðurbróður minn sem var verkstjóri í verksmiðju sem kallast Léttsteypan og framleiddi holstein í Bjarnarflagi í Mývatnssveit. Steinsnar frá borholunni þar sem að hraun kom upp í Kröfluöldum og vinnu aðstæður voru orðnar þannig að gólfið var sjóðheitt að nánast bráðnaði sólinn í stíflunum hérna hjá þeim sem voru að starfa þarna. Það var komin upp hver í rauninni innan lóðar hérna verksmiðjunnar. Það var hægt að spæla egg eins og Ómar Ragnarsson gerði ódöðlegt þar sem að þeir höfðu setið áður við kaffistofuna. Það var eiginlega engin leið að sjá veginn þegar vindátt var ákveðin þannig að það var mjög óljóst það að mann getur bara bjarga sér á flótta í landrúvöðnum sem var notaður til þess að ferja mennina í verksmiðjunni á vinnustæðin og svo kemur einhver blaðamaður frá Þjóðviljanum og lýsir þessu bara eins og lifandi helvíti, skilur ekkert í því af hverju verksmiðjan er enn að störfum, af hverju menn eru ekki bara heima hjá sér, bara lokað með rauðu, limbandi, þarna eigi náttúrulega ekki að vera við þessar aðstæður. Þetta er svona 76-7 eitthvað og Hatti, verkstjórinn í verksmiðjunni, lætur hafa eftir sér í Þjóðviljanum. Það eru hættur hvar sem þú ferð. Já. Og þessi heimspeki. Bara lífið er hættulegt. Bara hættur hvar sem þú ferð. En við verðum að halda áfram að vinna. Við verðum að halda áfram að skapa verðmæti. Láta hendur standa fram úr ermum. Þetta er náttúrulega íslenskt hugarfar sem sprettur upp úr ákveðinni menningu. Ekkert endilega íslenskt hugafar við það að vera meðvitaður hættuna
og kunna bregðast við skiptir eiginlega öllu máli vegna þess að við sjáum það að fólk kemur sér meðvitað í hættulegar aðstæður eins og fólk sem anar niður í Reynisfjöru eða einhver sem dettur í huga þvera landið fótgangandi miðan janúar og eitthvað slíkt sko. Þannig að þetta í raun og veru ekki svo einfalt en það sem þú ert að lýsa í raun og veru þannig verið að tala öryggi á vinnustöðum og eitthvað slíkt sko. Og hvað á að draga línuna og viðþorf já. En sko af því að maður sér að sko sumir, sérstaklega kannski ungt fólk sem lesa skýrslu og svona heyri fréttaflutning það náttúrulega áttar sig ekki alveg á því hvað verið að fjalla en mér finnst alltaf að benda á það að samfélagið er náttúrulega á öðrum stað í dag en það var 1995 og sannlega var það á öðrum stað 20 árum áður já. Heyrðu, en þá skulum við vinda okkur að eigum við að hvort viltu ræða á undan jólaveðrið eða veðurfar ársins 2025? Ef ekki byrja á því sko þessu ári 2025 sko það eru í sjálfu sér eru öll ár svona eitthvað sögulega eða sérstök þau eru sko þegar við horfum á veðurfari þá eru ansi fá ár sem við getum sagt að það var ekkert að gerast tíðindalaus, það var ekkert í fréttum ekkert í veðurfréttum það er alltaf eitthvað og það sem að kannski stendur upp úr þessu ári er í fyrsta lagi að það er eiginlega bara tvennt sem stendur upp úr annað og markverðara það varðar eiginlega allt landið hitt er svona mun staðbundnara og svona einhver atburður eða einhvert atvik í veðrinu en það er alveg með ólíkindum hvað var hlýtt hér á landi 6 mánaða tímabili frá febrúar og fram í júní hvað hitinn hér var langt yfir meðalagi miðað við það sem að við eigum að tíðkast og eigum að venjast og í Stykkishólmi það sem er búið að mæla hvað lengst að þá skoða ég þetta er mörgum staðal frá okkur frá langtíma meðaltal og það má eiginlega segja það sko að árið byrjaði bara venjulega svona óskup venjulega í janúar það er ekkit eftirminnilegt frá honum en síðan mjög fljótlega í febrúar þá tók að lína og það voru samfelld lígindi svo að segja eða þetta er alltaf sviftingar í veðri frá degi til dagsins og við þekkjum með svona heilt yfir var hlýtt og sérstaklega var vorið einmuna gott. Og apríl náttúrulega alveg sér á báti, var það ekki? Apríl var sér á báti en ekki síður maí með þessari einstöku hitabylgju sem var 10 daga kafli í kringum 15. og 20. maí sem var algjörlega einstakur og gerði maí með einum af þeim allra hlýjustu sem komið af og svo heldur þetta áfram inn í júnímánuð og fyrir viki þá er fyrir utan eitthvað svona pínu lítið eða pínu okkurlítið rétt sem var fyrstu daginn í júní að þá var í raun og veru vorið sko hagfeldur, samfeldur kafli getum við sagt og í gamla daga þegar að menn voru miklu háðar í náttúrunni og öflun lífsviðurværis hvort sem var á sjó eða landi að þá hefðu menn talað að þetta hefði verið einmuna tíð og árgjaska til lands og sjávar eitthvað í þá veru síðan í raun og veru tekur bara við júlí og ágúst er svona ágætlega hlýir í sumarmánuðir en ekkit sérstakir ekkit svona sem fer í sögubækurnar en það er þannig að í sjálfu sér sko þá er þessi hlýikafli, hann var það hlýr að hitastigið í Stykkishólmi, árshiti 2025 stefnir núna í það að verða svo hæsti frá upphafi mælinga 1845. 1845? Já, sem að mælingar hæfjast, samfellda mælingar hæfjast í Stykkishólmi, reyndar hafa menn eins og Trausti Jónsson og fleiri þeir hafa framlengt þessa Stykkishólmsröð aðeins aftar út frá öðrum mælingum með því að nota svona brúun sko eiginlega alveg aftur til 1800 eða 1798 en höldum okkur við mælingar til Stykkishólmi og næst hlýjasta árið að það sem er á meti núna er 2016 ef ég maður þetta rétt og ég sá það að desembermánuður þyrfti að verða kaldur svo að hitametið yrði nú ekki sett eða allavega ef hann yrði meðalagi þá er það kannski jafnað en hann þyrfti ekki að vera miklu hlýrri þá bara örfáum brótagráðum þá væri hitametið fallið og
hann stendur núna í 2 gráðum yfir meðallagi fyrir núna fyrir hluti desembermánaðar fyrstu 15 dagarnir. Það ekkert smára. Og miðað við spár næstu daga þá held ég að það sé yfir 90% líkur á því við fáum nýtt hitamett, árshitamett fyrir stöð á landinu. Ég skal ekki segja sko hvað gerir síðan sko hlýjasta ár á landsvísu, það eru fleiri stöðar sem koma þar inn, ég ætla að nota Veðurstofunum að rekna það út, en klárlega fyrir Stykkishólm. En hvaða tölu ertu að tala um hvað Stykkishólm varðar? Það er metið 5,5 gráður, það er þessi árshitinn og það stefnir í að fara í 5,6. Það er bætingum 0,1 gráðu og ég bara horfa á 1 aukastaf þarna. En já. Þetta er... Þannig að það er sögulegt sko og sko flest þessara topp 10 ára eru núna frá þessari öld. Það eru þó nokkur ár þarna á listanum sem að voru á kreppuárunum og framan á stríðsárunum, svo 38, 39 og einhver fleiri 41 minnum mig. En sko það er ekki tölfræðileg tilviljun að þau eru raði sér öll svona á stuttu tímabili. Nei, þannig að þetta er svona leiðir hugan að því að það er að líka hlýna hér á landi. Og fyrir fólk sem ólst upp segjum 1930 til 1960, þá er ekkert margt sem minnir á veðráttu þess tíma. Það voru reyndar þarna ágætt ár þarna svo 39 og á stríðsárunum sem svipar dálítið til þessu sem við höfum núna. Þetta er mikill breytileiki á milli ára, en hlýja tímabilið sem var þá, að það er þó ívið svalara eða ekki jafn hlýtt og hlýja tímabili sem við erum að upplifa núna. Þetta gengur í svona 70 ára sveiflu sko. Og það tók að hlýna hér einmitt eftir snjóflóðin, það tók að hlýna hér 97 og svo 2003 og við erum núna á svona einhverju 30-40 ára hlýskeiði sem er í þessari fylgifiskur þessara 70 ára sveiflu þó, svo ég ætla ekki að fara útskýra hana hér nánar, ég hef gert það hér áður. En hættur þér eitthvað út í loftslagsumræðina svona þegar við ræðum veður ársins hér á landi árið 2025? Nei, sko það er þetta er bara svona eitt merki sem að gæti bent til þess að vera hlýna. Það er ekki óvíkjandi sönnun að fá eitt hlýtt ár, en ef við fara að raða sér nokkuð mörg saman, eins og það er reyndar að gera á hnattræna vísu, að þá við erum ekkit, Ísland fylgir ekkit endilega því sem er að gerast hitafarslega í heiminum sko. Það er bara fylgir því að vera hér á mörgum tveggja ólíkra hafstrauma og það er svona ræðstáldi af því hvaða vindáttir eru tíðastar á hverju ári fyrir sig, hverju lendum og en núna lendum við sem sagt hitamegin og það er svona ákveðin vísbending. Ég er ekki svona sá maður sem að hrópa strax sko, já þetta eru loftslagsbreytingar, það þarf meira, maður þarf að sjá meiri gögn og horfa meira eins og ef að annað næstu 2 árum, 26 og 27 verða líka metár og þá fer maður að hugsa með sér, já, býtum við, það er eitthvað að gerast. Og reyndar nú tilhneigingi þá veru getum við satt ef við horfum fyrst á síðustu 25 árin. En margir veður- og loftslagsfræðingar hafa verið óhræddir við að álykta kemur að sturluðum hitabylgjum á svæðum utan Íslands. Já. Og ekki síst bara í evrópskum borgum. Ég farin að bóka til dæmis mínar utanlandsferðir með öðrum hætti heldur en ég gerði fyrir nokkrum árum. Já. Maður varast aðstæður. Þú ert ekki einn um það? Nei, ég er ekki einn um það. Nei. En nú það voru að hafa í huga sko að borginnar er ekki besti mælikvarði því það drekka í sig hitan og ef það eru þannig aðstæður á sumri til þá verður óbærilegt að verið þeim jafnvel borgum sem liggja það norðarlega eins og London og París sko. Já, en ef við víkjum sko umræðinni frá Íslandi veðrinu 2025 út í heim þá þetta er nú ansi hressileg frávik og hitin er orðin ansi mikið mein á sumum slóðum, svona ofsa hiti og votiti og hvað þetta kallast sem að við áður töldum svona slóðir sem að væri hægt að heimsækja? Jú, það hefur auðvitað línað og þetta ár 2025 stefnir í það að vera með í röð með hlýjustu árum sem er að bera sig saman við, kannski ekki það allra hlýjasta. Það er sagt stundum að það þurfa að vera El Niño og Kyrrahafinu því það
það lítið frávik á svo stórum hluta flatarmálsjarðar til þess að ná því að verða velta síðasta hlýja ár úr sessi en þróun samt sem aður á í þessa veru að það hefur verið að hlýna og ekki síst sjáum við það annars vegar á meginlöndunum meginlöndunum utan hitabeltisins og hins vegar líka bara í sjávarhita á þessum stóru úthöfum þar sem eru hærri og hækkandi hitatölur og meiri varma rýmd í sjónum sjórinn hefur tekið til sig meiri hita og við sjáum það að það er hlýrri sjór hérna úti fyrir Suðurlandi og hérna fyrir sunnan okkur það er erfitt fyrir okkur að segja að það sé tilhneiging að það sé við sjáum einhverja leikni þetta geta líka verið partur af einhverjum sveiflum en það er klárt mál að það sem að okkur snýr hér er að norðanáttin hefur línað að því litinu til að það er minni hafís það er að segja kulda elementi úr norðri ískápurinn norðri hann er veikar en hann var áður og það kemur auðvitað fram í ársmeðalhitanum svo sem í Stykkishólmi. Já, hvað ætli sér langt sinn við áttum síðast svo kallað hafís ár, manstu það? Það voru síðasta árið sem var raunverulega landfastur hafís og land var 1979 en síðan var slæðingur af ís og hann var svona kom að landi sumavetur stund og stund árunum þar á eftir 81 til 89, 90 og fram yfir 1990 en síðan eftir að tók að hlýna hér eins og segir rétt fyrir síðust aldamót og þá hefur hafís ekki verið nær í landin nema þá að hann hefur sópast til eða flust til í einhverjum óvastan vindáttum í stuttastund og þá er ekki með borgarís ég er bara að tala þennan lagnaærís að hann liggur við að maður þurfi að greina þetta á milli í hvert sinn sem maður talar hafís því að eftir því sem koma fleiri kynslóðir eða meira fólki sem man ekki þessi hafísár þá þarf maður að útskýra nákvæmlega hver er munurinn á hafís og borgarís. Já. En þú hefur náttúrulega verið betri en enginn í að draga saman áhugaverðar staðreyndir veður og tölur og met, þú oft fjallað met á Facebook-síðunni þinni. Já, stundum, jú. Og hérna ert náttúrulega með vefinn blika.is, heitir það ekki? Jú, það er spávefur. Það er spávefur. Og svo hefur notað Facebook alltaf mikið svona fyrir alls konar fróðleik. Og ég man eftir því einhver tímann, mér fannst þú bara viku eftir viku vera að fjalla öfgamet í veðri víða í kringum okkur bæði til vesturs og austurs þar sem metið var slegið sem nam svo rosalega mörgum gráðum. Já. Er það ekki, getum við sagt, nýtt eða nýlegt? Já, það hefur verið áberandi núna síðust árin. Árinu 2025 þá höfum við ekki haft mikið af svona eftirtekta verðum hitametum. Ég sennilega meira víst til oss í fyrra eða fyrir 2 árum. Já, 2 árum, já. Ekki, það var þegar að fór í 40 gráður í fyrsta sinn á Bretlandseyjum, það hafi ekki verið 23 eða 22, ég man ekki hvort það var. En það sem hefur einkennt núna 25 er hvað er búið að vera mikið hlýindi og afbrigðileg hlýindi ekki hérna nær okkur, ekki í Evrópu eða í Norður-Ameríku hérna næst okkur heldur í Suðaustur-Asíu. Í til dæmis í Japan og hlutum að Kína hafi verið alveg óskaplega mikið hlýindi og afbrigðileg hlýindi sem tengjast líka hita frá ekki í sjónum. Já. Og sama má segja Suður-Afríku og hluta af Suður-Ameríku frá svæðum sem við heyrum sjaldnast af frá Paraguay og Uruguay og þeim slóðum. Man ég ekki að þú hafi verið að fjallum að eitthvað met það munaði 7 gráðum. Jú, það getur vel verið þetta fyrnist í huganum af því ég hef aðgang að svona fréttavitu það sem að kerfisbundið vera að segja frá svona metum og ég svona fer yfir þetta flesta daga og segi frá ef það er eitthvað sem er markvert en ef maður ætla að gera þetta hverjum degi þá dofnar þetta því að það er allstað að vera að setja ykkur hitamett alla daga, eða flesta daga má ég eiginlega segja. En kuldamettin? Þau eru færri, þau eru samt sem áður kom alltaf annað veifi, það var að til að mynda núna ég held að vera í byrjun desember sem að var alveg við það að vera kuldamett í hlutum Bandaríkjanna kringum Georgíu og alveg suður undir Flórida, það var svo kalt. Já. Heyrðu, Einar, þá er það jólaveðrið. Þá er jólaveðrið, þá er það spáin.
ég veit ekki hvort ég get sagt það hér hérna uppátt að ég hef persónulegan áhuga líka á bara jólaveðrinu. Ég hyggst sem sagt leggja upp aka til Mývatnssveitar annarkvort á sunnudaginn eða mánudaginn og svo langar mig til þess að komast aftur heim á nýju ári, 2. janúar eða eitthvað svoleiðis. Þar hef ég óttast eitthvað. Sko það hérna dálítið, ég vildi alltaf gaman að skoða spátnar og langtímaspátnar en hérna það eru svona það eru ákveðnir hlutir sem í farvatninu virðist vera og ekki mikil breyting og í spám á milli daga núna að það virðist eiga sér stað einhver svona umstöflun eða ný uppröðun á veðurkerfunum hér í kringum vetrarsólstöðurnar sem eru ég hef nú ekki gáði almar ekki hvort það 21. Ég gáði það í morgun. Já, ég veist það annað þeirra daga sko. Það nú stundum sem að það bæði í kringum sumarsólstöður og vetrarsólstöður sem að svona verður áberandi veðurbreyting á Norður-Atlantshafinu og okkar slóðum, ekki alltaf. Nei. En við erum sem sagt við erum að tala hérna saman á þriðjudegi á morgun miðvikudag spáð svona venjulegum vetrastormi, ekki voðalega miklum en út um allt land eða? Já, svona víða en vestverður verður veðrið á Vestfjörðum þar verður hríðarveður ofankoma og svona ekta vetraveður í á annan sólarhring og gæti leitt til ófærðar og mun leiða til ófærðar öllum líkindum og svo norðan og norðaustan átt dagana þar á eftir en síðan þá erum við komið fram yfir helgi þá er komið 21. desember og það sem að ég sko málið það sem að veldur þessari breytingu á veðrinu það hlutur sem að mér finnst að allir ættu að kunna skila á eins og við kunnum skila á hafstraumunum að Golfstraumurinn eða Norður-Atlantshafa straumakerfi flytur til okkar hlýjan sjó og gera landið byggilegt og svo eru kaldir straumar sem koma úr norðri og það eru þessar bylgjur í háloftunum sem kallast Rossby-bylgjur og það eru raun og veru bara keðja eða perlufesti sem að liggur hringinn í kringum jörðina á norðurhveli jarðar og svo eru bylgjur sem ferðast þennan hring frá vestri til austurs og það eru þær sem að bera með sér læðirnar og veðurkerfin og gera það verkum að veðrið er svo breytilegt og okkur svo raunber vitni það er vegna þess að þessar bylgjur eru á ferð stundum eru við í svona öldurrygg og stundum eru við í öldudal í þessari perlufestin og en svo gerist það stundum að það er eins og það sko bylgjurnar það er ofrísi eða slitni sundur og meðan á því stendur þá verður einhver uppstokkun eða umröðun og það er það sem er að fara að gerast núna bylgjurnar það er ein bylgjan sem að mun rísa og slitna frá á okkar slóðum og yfirleitt þegar það gerist hjá okkur sko ef það gerist við í Grænlandi þá fáum við bara norðanátt í marga daga tiltölulega þurra norðanátt en ef það gerist yfir okkur rétt fyrir austan okkur að þá verður gjarnan bara góðviðri þar að segja ég er ekki að segja að það verði endilega hlýtt en það verða hægir vindar svona alla jafna og sem er gott fyrir færð. Já, og tiltölulega lítil úrkoma. Því að í þessum hæðum eða þessum hryggjum sem slíta sig frá að þá ríkir pínluti niðurstreymi, allavega ekki uppstreymi að raka eða tilflutningur að raka sunnan úr höfum. Þá á móti verður þá afskorin lægð og hún verður að herja þá á íbúa á Spáni og Portúgal og jafnvel Kanaríeyja sko. Það eru margir Íslendingar. Þannig að gæðunum gæti orðið svolítið misskipt og milli Íslendingar hvort þeir hafa bókað sig í bongoblíðun og Kanaríeyju Já, ég er svo sem ekki að spá þessu fyrir Kanaríeyju en þetta oft fylgifiskur sko. Nú dreig ég upp á púsi mínu spákort sem ég tók með mér. Ég staðs að skrifa hjá mér þá ákveði bara að prenta át þetta kort. Já. Og þetta í raun og veru það sem við gerum síðan þegar við erum að horfa á langtímaspár. Nú er 16. desember og það eru 8 dagar til jóla og þá erum við ekki bara að horfa á einhverja eina keyrslu sem að býr til spána marga daga fram í tíman heldur notast við svokallaðar safnspár. Safnspár eru samskonar keyrslur sem eru keyrðar í sama líkani en upphafsástandinu er örlítið breytt
bara kerfisbundið, mannsundi kemur hvergi nærri því, það er svona pikkað aðeins upp á ástandið, aðeins potað í það, hér og þar, og svo keyrslan endurtekin. Og þannig fáum við 50 eða 100 ólíkar spár sem allar byrja á sama tímapunkti og fáum þar að leiðandi einhverja dreifingu, einhverja líkinda dreifingu. Og hérna fyrir fram að mig er ég með spána 24. desember úr keyrslunni Evrópsku reiknimiðstöðina á morgun, og þetta er kort sem hægt að nálgast á djúpt á Veðurstofuvefnum, eins og maður segir. Okay. Og hér sé ég það sko að það er einhvers konar hæðarsvæði, einhvers konar háþrýstingur sem verður hérna við landið að öllum líkindum. Og það eru það bil, hvað var að segja, það bil 50-60% líkur á því að á aðfangadag að þá verður bara hlý sunnanátt með hita markvert yfir frostmarki, hlý sunnan og suðvestanátt og einhverju rigningu sunnan og vestanlands en ekki neinum jólasnjó. Sama átt á öllu landinu. Sama átt á öllu landinu, og það er svona eindregin vindur af þessari átt og með háþrýstisvæðum hérna fyrir austanlandið á milli Íslands og Noregs, og þá beinir það til okkar hlýju lofti langt sunnan úr höfum. Það er mjög þekkt staða, gerir hérna stundum með miðja vetur. Má ég skjóta inn í rauð jól í Reykjavík? Miðað við þetta. Já. En svo eru hér það bil 30% safnspánum sem gera ráð fyrir því að hæðarsvæðið verði bæði sunnar og austar. Og það þýðir það að kaldara loft sem ætti að fara á Grænlandi nær hér inn. Og spáklasi sem er með 30% líkum, hann gerir ráð fyrir því að hiti verði hér undir frostmarki. Já, þannig að þannig erum við farin að tala í líkum. En úrkomulaust? Nei, með úrkomu sko. Já. Og hérna, þannig erum við farin að tala í líkum, þannig að það eru meir en helmingslíkur eins og staðin er í dag og því að það verði hér hlýindi og með sunnanáttum. Og það er í samræmi við spárnar eins og það hafi verið undanfarna daga. Og það er líka í samræmi við svokallaða vikuspá sem var reiknuð í gærkvöldi, sem gerir ráð fyrir því að hitinn dagana 20. og 2. til 29. desember verði 3 til 6 gráðum yfir meðallagi á landinu öllu. Það er mikið. Það er mikið, já. Það er eindregin hlýindi, eindregin vetrarhlýindi. Og ef þetta myndi ganga eftir, þá komast allir leiða sinnar í jólinn? Já, komast allir leiða sinnar í jólinn. Það er samkvæmt þessu, þá eru svona 30% líkur á því að það verði einhver nýr snjór hér dagana fyrir jólinn á Suður- og Vesturlandi. Minni líkur fyrir norðan og austan því að það er alltaf við erum alltaf með einhverja suðlega vindáttar sem að gefur yfirleitt ekki úrkomu. En vel að merkja, það er snjór fyrir en það er að hlána núna í einn dag, en það snjóar svo aftur eftir láguna á laugardag og sunnudag og sá snjór geti nú eitthvað lifað en veldur þó ekki ófærð þegar fram í sækir. Og það er raunverulega möguleiki, heyrist mér á því sem þú segir að jólin gætu orðið rauð víða á Norðurlandi líka. Eða hvað? Já, það er þess vegna. En eins og ég er alveg sammála í því sko að mér finnst mestu máli skipta að fólki komast liða sinnar. Það er aðalatrið. Það eru margir á ferðinni og ég man eftir allt og mörgum hátíðum, jólahátíðum, bæði jólum áramótum, þar sem fólk hefur lent í vesinni upp á Hellisheiði og í einhverju standi. Menn er að fara, hvað sem færði þess að búið að bjóða mér hér austur fyrir fjall. Ég er að fara norður. Eða ég fyrir vestan og ég ætli í bæinn að heimsækja systur mína eða hvað það er sko. Og þá bara skiptir máli að færðin sé bara góð. Að menn sé ekki að lendi í einhverju vesinni og vandræðum sem fylgir hinnu. Já, það skiptir öllu máli. En það er semst engin svona sjáanleg meiri háttar veður ógn. Nei. Hvor spáin sem gengur eftir? Já, í raun og veru er engin af þessum safnspám sem er að gera ráð fyrir því, eða mjög fáar af þeim allavega, gera ráð fyrir því að hér verður einhver læðagangur og eitthvað í veðrinu eins og búið er að vera undanfarna daga og líkur sem sagt núna helgina. Að við erum sem sagt að fara í rólegri veðurtípu, það snýst í raun og veru bara það hvort að hæðin verði hér yfir með rólegra veðri eða hvort við verum eindregna sunnanáttir. Og svo eru minnsta líkur á því að allavega dagan hérna fyrir jól, hvað svo síðar verður, hvort að hlýni þá og þá dagana fyrir jól og það gæti komið svalara loft úr vestri og þá fylgja því él hér sunnan vestanlands. Það eru minni líkur á því en hinu.
skaðlausir, jafnvel hugulsamir veðurguðir fyrir þessi jólin. Að veðurguðirnir eru ekki til. Þeir eru ekki til, en við tölum þá. Já, einmitt. Heyrðu, kannski eitt að lokum Einar, það er nú gaman að heyra þig hérna, mér finnst þetta góð spá og ég veit að ég tala fyrir hönd margra, það eru mjög margir sem að leggjast í ferðalög jól og hérna ég náttúrulega með margt eiginlega örið á sálinni eftir alls konar hrakninga ferðalög á þessum árstíma sko, þannig að það skiptir nú miklu máli að maður þurfi ekki að ágjöra því en ég ætla aðeins að spyrja það líka út í norðurljósin sem hafa verið hérna undanfarið svona bónusspurning. Já. Hafa þau verið óvinnu mikil? Já, það hefur verið mikil virkni í sólinni eins og við segjum. Hún hefur verið virkni, það er þessi 11 ára sveifla í sólblettum og sólvirkni og það er sérst á 11 ára fresti þá nær sólinn sem sagt einhverja hámarki í sem sagt í hérna hvað hann gefur frá sér mikið varma mikla orku og við erum sérst á toppi þess að við reyndar komin yfir toppin ef við skilja þetta rétt og það er svona þegar við erum að byrja að fara niður sem að mest verður sólbletti og þessi sólgós eða kórónuskvettur, það er þetta rafvagnastraumur sem er núna endurtekið sem er reglulega millibili út í geiminn og ef að þessi rafvagnastraumar eða ef að segulsvið jarðar fangar þessa rafvagnastrauma sem gerist nú stundum en ekki alltaf að þá er það hér skrautleg norðurljós. Þannig hangir þetta saman. En síðan svo þýðir það að eftir kannski 5 til 6 ára þá verður svona lítil virkni í norðurljósunum og þá er þetta meira svona eins og að renna fyrir fiski á sem að gefur alla jafn ekki mikið. Þetta ætti að vera gott fyrir þjónustu budduna núna. Það er bara annað hver maður að posta einhver á Facebook. Já, akkurat. Heyrðu, þá held ég að við bara eitt að lokum, ertu hrifin af stjörnugjöf fyrir bækur, þannig palladómum að þú sjáur hvað margar stjörnur bókin fær? Ég hef nú ekki mikið kynnt mér það í bókagagrinn, ég hef kannski lesgagrínina frekar sjálfur heldur en stjörnuna, ég tek mjög vel eftir þessu þegar það hefur verið að dæma sko, einstaka viðburði, svo leiksýningar eða tónleika eða eitthvað slíkt. Sko. Ok, en þetta var svona inngangur að þeirri spurningu sem að nú kemur. Treystirðu þið til þess að gefa veðrinu á Íslandi árið 2025 stjörnur frá 0 upp í 5? Já, ég myndi alveg algjörlega gefa því 4 stjörnur og það fengi sennilega 5 ef við hefðum ekki fengið þetta síðan gleymt að minnast á áðan þessa svakalega miklu snjókomu sem var með hér á höfuðborgarsvæðinu og setti allt úr skorðum sem sennilega sko, menn munu seint gleyma og tala þangað til ungt fólk í dag þangað til það verður gamalt vegna þess að þetta var svo óbúslega óvinnulegur atburður. Já, einmitt. En 4 stjörnur vegna þess hvað vorið og fyrirpart sumars var yndislegt og dagarnir í maí voru þannig að það er líka eitt kafliða tímabil sem að menn munu tala fram í andlátið. Þetta er ljómandi gott, kæra þakki fyrir komuna. Takk. Ekki fara langt, kemur meira eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is